Góðan daginn. Anna María Þorkelsdóttir heiti ég og ég var með framlag í menntabúðinu 7. febrúar þar sem ég var með kynningu á módúlvefnum námsvegu grunnskólana. Slóðin fyrir vefinn er netnám.reykjavík.is. Þessi vefur hét áður Netskóli Reykjavíkur en hefur núna verið opnaði fyrir þau sveitarfélög sem áhuga hafa að vera með. Og eins og sjáu hér þá eru þau að verða ansi mörg. Undir hverju hérna eru allir þeir skólar sem sótt hafa aðgang og hægt að nálgast á hér. Á forsíðunni eru líka margar upplýsingar eins og hér gullkista fyrir nýja notendur. Þetta er inn á vef Háskóla Íslands þar sem hægt að fá upplýsingar það hvernig maður setur inn á vefinn og annað slíkt. Hér skráum maður sig inn. Skulum bara gera það. Og þá kemur upp hérna heimasvæði mitt og mínir áfangar, það er bara það sama. Og ef við ítum á heimasvæði mitt. Þá koma upp þeir áfangar sem ég er skráð sem kennari. Ég er dönskukennari eins og sést þarna. Inn á þessum vef skila krakkarnir prófum. Öll verkefnaskili eru þarna í gegn nema það séum mjög stór verkefni að ræða eins og myndbönda eitthvað, þá notum við bara Dropbox. Ítarefni og gagnvirkar æfingar eru þarna inni og svo líka er upptökutæki sem fylgir þessu þannig að munnleg verkefni eða þetta var munnleg skil þarna og ég til dæmis læt krakkana taka munnleg dönskupróf þarna í gegn. Það sem að þetta hefur náttúrulega gríðarlega marga kosti en einn góður er til dæmis það að við getum séð hvað krakkarnir er að læra. Ef við biðjum þau að opna gagnvirkar æfingar á náms.is eða af einhverjum erlendum síðum, þá getum við séð hvort að þau opnuðu þetta. Við getum séð hversu oft þau nýta þau þær gagnvirku æfingar sem við erum að vísa í eða ef það er vendikennsla inni hvort að þau eru að horfa á vídeón eða ekki. Þetta býður líka upp á fjarkennslu, þannig að í rauninni gæti ég verið að kenna nemendum hvar sem er á landinu eða hvar sem er í heiminum ef því er að skipta. Þetta hefur líka boðið upp á mun meira námsskipulag heldur en mér fannst auðvelt að sinna áður fyrr. Nú er þetta bara allt tilbúið hérna. Ef við förum inn á dönsku 10. bekk, þar er ég með stöðvavinnu og krakkarnir geta allir að vinna á sömu stöð á sama tíma, þannig ég get ekki notað svona vikuskipulag sem er mjög algengt að nota. Þannig að þetta er bara allt hérna allan veturinn, allt opið. Þannig að þau eru með verkefni sem að þau að skila einu sinni í mánuði. Stöðvavinnuverkefnin, þau eru hérna á bak við þetta. Hér eru stöðvarnar mínar. Svo ég er búin að vera með þessa stöðvin í nokkur ár og áður fyrr þá var ég ljósrita alveg stafla af heftum fyrir hverja stöð. Það tekur 3 vikur að vinna hana. En núna hef ég verið að vinna í því að setja þessi stöðvinnuverkefni inn á netið. Hér er til dæmis verkefni með stöð 4 sem er bók sem heitir Morðið á ströndinni. Hér er verkefnahefti með málfræði og hér er líka próf sem þau taka og ég opna bara þegar þeim hentar.
Sumt af þessu sjá krakkarnir ekki, eins og sjá það munur, þau sjá þetta, þau sjá ekki þetta. Þannig að ég get bara loka fyrir það að þetta er eitthvað sem er búið og ég loka bara fyrir það þegar það er búið. Þannig að svo get ég líka valið hvenær þetta opnast og stundum þá gleymi ég hafi sett á próf en það opnast þarna og þá spyrja krakkarnir um það. Við hefum líka stundum lent í því að nemendur koma til okkar og segja þegar að próf er búin að þau hafi ekki eða tölvan þeirra hafi frosið eða netið dottið út meðan þau voru með í prófinu. En við sjáum alveg hvenær þau fóru síðast inn og hvað þau voru að gera. Þannig að þetta með að hundurinn á heimavinnuna er ekki alveg að gera sig. En þetta hendar okkur gríðlega vel Netorðabækurnar eru hér og skipulag vetrarins er hægt að nálgast hér. Hér er dagatal, geta þau séð, það er dekktur dagur og það er þá próf sem þau að taka sem lokar þennan dag. En þeir sem ætla að sækja aðganga að þessum netskóla, netnámi, þau geta haft samband við Flosa Kristjánsson hjá skóla- og frístundasviði í Reykjavík og fengið aðgang. Það er að sýna ykkur eitt í viðbót og það er þessi takki sem heitir í Rita og þá fæ ég upp svona verkfæri sem ég nota til þess að setja inn próf og skilatengla. Það er hægt að vera með dagbók. Það er ýmislegt hægt að setja inn Við erum með Wiki-síðu til dæmis. Þessi könnun, það er svona könnun á hvernig krökkunum eða nemendum finnst áfangin vera. Í aðfenginu er eitthvað sem er í minni tölvu, eitthvað verkefni sem ég vil koma til krakkana. Það væri til dæmis, ég myndi setja þetta inn til þess að ná í til dæmis Word skrá sem er á mínu svæði. Hér set ég inn vefslóðir sem að ég vil að nemendur noti eða skoði. En eins og ég segi, við mælum eindregið með þessu og þetta léttir alla vinnu. Krossapróf og annað slíkt, þetta er bara sett upp þannig að við þurfum ekkert að fara yfir þetta. Við sjáum bara hvaða einhver nemendur fá. Við getum líka sett upp próf þannig að meirihlutin af prófinu er eyðufyllingar eða krossar eða tengispurningar eða eitthvað sem við þurfum ekki að fara yfir og svo kannski ein spurning sem er þá öðruvísi eins og ritgerð. Við getum líka sett upp allt prófið þannig að bara meiri vinna fyrir okkur. En öll þessi klassísku krossapróf og eyðufyllingapróf og það sem er nefndur að tengja, það er frábært að setja þarna inn. Sparar okkur mikinn tíma. En takk fyrir mig.